Herri já, þá var það hérna síðasta dæmið sem við erum að rifja upp úr lotu 3 og í því eru að vinna með hallatölur. Þannig að rifjum aðeins upp hallatölur. Þannig að hérna erum við línu og ef við erum einhvers staðar á línunni, tökum eitthvað punkt og ef við förum 1 til hægri, þá spurningin hversu mikið förum við upp. Segjum svo að við förum 2 hérna upp. Þetta þýðir að hallatalan er 2. Hallatala er sama sem 2. Af því þegar ég fer 1 til hliðar, þá fer ég 2 upp. Ef ég fer 1 til hliðar, þá fer ég 2 upp. Alltaf þannig út línuna. Þá er hallatalan 2. Ok. En stundum er maður ekki með línuna fyrir fram með sig, það er að teikna það. Þannig að maður þarf stundum að reikna hann út. Þannig að það er ákveðin aðferð til þess að reikna út hallatölu. Þannig að hallatala er sem sagt hún er breyting á úrslunargildi. Af hverju er ég að skrifa svona fáránlega skakt? Okay. Breyting á úrslunargildi deilt með breyting á x-gildi. Ok. Það er að segja að það er að skrifa þetta líka svona. H er sama sem delta y deilt með delta x. Ok, ég veit að hérna kemur allt annað hérna ritháttur sem er ekki vön. Þannig að þessi jafna sem er hérna ramskökk er það sama á þetta hérna. Þannig að hallatalan og h er það sama. Breyting á y-gildi, það er þetta hérna þrýhyrningur y. Þessi þrýhyrningur, hann er borið fram sem delta. Þetta er delta y og þessi delta það þýðir breyting. Breyting á y deilt með breyting á x. Og hvað á ég við með breyting? Ég er bara að tala hversu mikið hækkar y-gildið. Hversu mikið breytist y-gildið milli 2 punkta. Milli 2 punkta. Ok? Þannig að ef við erum til dæmis með punkt sem er kannski hérna punktur sem er í 2,1 punktur sem er 4,3 og ef við höfum að teikna hérna eða réttar sagt reikna út hallatöluna hver er hallatala línunar. Ok, þá byrjum við bara því að skrifa upp hvernig er jafnað fyrir hallatölu. Hallatala er svona. Breyting á y-gildi deilt með breyting á x-gildi. Og ætla ég bara fyrst að byrja að reikna út hvað er þetta delta y. Ok, þá horfi ég á þessa 2 punkta sem ég er með og ég spyr mig hversu mikið er y-gildi að breytast. Munið, y-gildi er seinnitalan. Hérna er 1 og hérna er 3. Þannig að y-gildi er að hækka 2. Sjá það. Þannig ég geri 3 mínus 1 sem er sama sem 2. Y-gildi er að hækka 2. Það er að segja þegar við förum á þessi punkti upp í þennan þá þarf að fara upp 2. Ok? Hversu mikið breytist x-gildið okkar? Hérna er það 2, það er að fyrirtalan hérna. Hérna er það 4. Þannig að x-gildið er að fara úr 2 upp í 4. Og þá getur ég skrifað hérna 4 mínus 2 sem er bara sama sem 2. Þannig að núna get ég reiknað út hallatöluna. Delta y deilt með delta x. Þetta verður 2, þetta verður 2, 2 deilt með 2 er 1. Þannig að við erum með 2 punkta, við finnum út hversu mikið y-gildi að breytast, þá horfum maður á
aftari töluna, hérna er hún 1, hérna er hún 3, þannig ég sé að delta y er 2. Til þess að reikna út delta x, þá horfi ég á fyrri töluna, hérna er hún 2, hérna er hún 4, þá veit ég að delta x er 2, ég er að fara frá 2 upp í 4. Og síðan bara setja maður inn í þessi hérna í jöfnu.